Fundargerðir forsætisnefndar frá 21. og 31. maí, fundargerðir íþrótta- og tómstundaráðs frá 24. maí, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 22. og 29. maí, fundargerðir velferðarráðs frá 27. maí. Enginn hefur hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið. Við þurfum að tilkynna bókanir undir fyrsta dagskrárlið. Má bjóða fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og koma hingað upp og tilkynna sínar bókanir undir fyrsta dagskrárlið. Forseti, ég kynni hér bókun borgarfulltrúanna Kjartans Magnússonar og undirritaðs og les hana hér með. Ýmsir veigamiklir kaflar aðalskipulagsins eru ítarlegir og vandaðir. Tekið er undir þakkir til starfsmanna borgarinnar sem unna gerð þess á umhverfis- og skipulagssviði og öðrum sviðum borgarinnar. Aðalskipulag þá er fyrst og fremst pólitísk stefna sem nær til flestra þátta borgarsamfélagsins. Ekki er hægt að fallast á þá einhæfni sem einkennir uppbyggingu íbúðabyggðar fram til ársins 2030 eins og hún er sett fram í tillögu að aðalskipulag Reykjavíkur. Höfuðborg landsins verður að bjóða upp á fjölbreytta valkosti fyrir unga barnafjölskyldur jafnt sem eldri borgara en skipulagið tekur ekki mið af því. Þétting byggðar hefur verið stór þáttur í uppbyggingu og endurnýjun borgarinnar frá miðri síðustu öld. Stefnan í aðalskipulaginu þéttingu byggðar er þó færð út í öfgar sem sést til dæmis á því að góð úthverfi borgarinnar, þar sem meira en helmingur borgarbúa býr, eru í texta skipulagsins ítrekað kölluð áratugalöng, gegndarlaus útþensla. Aðalskipulagið ætti að svara þeirri óheillavænlegu þróun að ungar fjölskyldur kjósa frekar að hefja sinn búskap í öðrum sveitarfélögum en í Reykjavík. Það er hins vegar ekki gert og líklegt að verið sé að ýta undir þá þróun frekar en að snúa henni við. Þörf fyrir land fyrir íbúðabyggð vestan Snorrabrautar á skipulagstímanum er of metin. Verði flugvöllurinn látin víkja eftir 3 ár eins og aðalskipulag hljóðar á mun starfsemi hans leggjast af og fjöldi starfa glatast án þess að uppbygging á landinu hefjist í framhaldinu. Við leggjumst ekki gegn því að aðalskipulagið sé sett í auglýsingu en styðjum ekki tillöguna. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill lokið við það að tilkynna bókun 2 sjálfstæðismanna. Þá er einungis eftir að kynna bókun 3 sjálfstæðismanna. Má bjóða Þorbjörgu Helgu, borgarfulltrúa, velkomna. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að lesa upp hérna bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins Gísla Martins Baldurssonar, borgarfulltrúa, Áslaugar Friðriksdóttur, borgarfulltrúa og undirritaðar Þorbjargar Vigfúsdóttur, borgarfulltrúa. Það er mikið fagnaðarefni að nú liggi fyrir drög að aðalskipulagi Reykjavíkur sem unnið hefur verið að síðan 2006. Mjög hefur verið vandað til skipulagsins sem unnið er af öllum flokkum í borgarstjórn lengst af undir forystu Sjálfstæðisflokksins. Drögin byggja á nokkrum meginþáttum sem munu bæta borgarumhverfi og auka lífsgæði borgarbúa. Þéttari byggð er lykilþáttur. Með þéttingu byggðar verður hægt að nýta betur land og fjárfestingar í gatna- og veitukerfum auk þjónustu. Einnig mun samgöngukostnaður borgarbúa lækka þar sem vegalengdir milli vinnu, þjónustu og heimili styttast. Draga mun úr neikvæðum umhverfisáhrifum svo sem mengun. Betri forsendur verða fyrir verslun og þjónustu í hverfum og almenningssamgöngur og aðrir vistvæn ferðamátar eflast. Með skipulaginu er einnig verið að mæta eftirspurn eftir fleiri íbúðum miðsvæðis. Eitt af 3 lykiluppbyggingarsvæðum er Vatnsmýrin. Það er trú okkar að við lok aðalskipulagstímabilsins árið 2030 eigi Vatnsmýrin að vera blöndubyggð íbúa á háskóla og atvinnustarfsemi en ekki flugvöllur. Úttektir hlutlausra aðila sýna fram á að hagræn áhrif af því að nýta Vatnsmýrin undir blandaða byggð og finna flugvöllinu nýjan stað eru of mikil til að horft sé fram hjá þeim. Í aðalskipulagsdrögunum sem fyrir liggja hefur ekkert breyst varðandi flugvallumálið frá fyrra skipulagi enda samráð ríkis og borgar engan árangur borið. Lykilatriði er að ríki og borg hefji markvissa vinnu málsins þegar í stað og setji fram verkefnaáætlun tímaramma og staðsetningarkosti flugvallar út frá skipulagsóskum borgarinnar.
Borgin á að okkar mati að ganga samningsfús og lausna miður til þeirra viðræðna þar sem meðal annars dagsetningar og brottflutning flugvallarins geta verið undir. Ljóst er að einnig opnast tækifæri til að vinna enn betur að staðsetningu flugvallar og rýna betur staðsetningar eins og Hvassahraun, Löngusker, Bessastaðanes og fleiri þegar svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins verður endurskoðað, en sú vinna hefst að lokinni aðalskipulagsvinnu. Nú fer aðalskipulag Reykjavíkur til umsagnar borgarbúa, hagsmunaaðila og allra þeirra sem láta sig framtíðarskipulag borgarinnar varða og við hlökkum til að fá viðbrögð þeirra og taka þátt í frjóum og skapandi umræðum framtíð borgarinnar okkar. Í því ferli kom upp ýmsar athugasemdir sem nauðsynlegt verður að meta, greina og geta leitt til breytinga þegar að lokartillaga verður lögð fram. Það er okkar trú að í meginatriðum sé sú stefna sem dregin er hér upp af aðalskipulagi verði heillaskref fyrir framtíð Reykjavíkur. Aðalskipulag horfir til langrar framtíðar og við teljum að lífsgæði borgarbúa aukist með þeim skrefum sem stigin í þessum drögum. Takk fyrir þetta. Má bjóða fulltrúa meirihlutans að koma hingað upp og tilkynna sína bókun. Forseti ágæta borgarstjórn, ég les bókun borgarfulltrúa Bestaflokksins og Samfylkingarinnar sem hljóðar svo með leyfi. Borgarfulltrúa Bestaflokksins og Samfylkingar fagna þeirri tillögu að aðalskipulagi sem nú fer í formlega kynningu meðal borgarbúa. Aðdragandi hennar er langur og hún markar tímamót í tvennum skilningi. Hún hefur verið unnin undanfarin 6 ár á fulltrúum allra flokka, embættismönnum og sérfræðingum. Slíkt pólitískt samráð við gerð aðalskipulags hefur ekki tíðkast áður. Jafnframt hefur verið staðið fyrir umfangsmiklu samráði í hverfum borgarinnar gagnvart hagsmunaaðilum og fagfólki. Þessi vinnubrögð styrkja tillöguna. Í öðru lagi markar tillagan tímamót að því leyti að með henni er horfið frá bílmiðuðu skipulagi borgarinnar og tekið upp skipulag sem setur manneskjuna í öndvegi. Takk fyrir þetta og þá má bjóða fulltrúa Vinstri grænna að koma upp og boða sína bókun undir fyrsta dagskrárlið. Forseti, góðir borgarfulltrúar, bókun mín er svohljóðandi með leyfi forseta. Borgarfulltrúi Vinstri grænna fagnar tillögu að nýju aðalskipulagi Reykjavíkur sem er róttækt og kjarkmikið með hagsmuni heildarinnar og komandi kynslóða í fyrirrúmi. Skynsamleg þétting byggðar er forsenda þess að hægt sé að draga úr gróðurhúsalofttegundum og sporna gegn loftslagsbreytingum af mannavöldum. Tillögu að aðalskipulagi er heildstæð stefna framtíðarborgina sem mun hafa áhrif á fleira en bara hús og götur. Þéttingin mun stuðla að breyttum samgönguháttum, færri og styttri bílferðum og auðvelda eflingu almenningssamgangna og fjölga hjólandi og gangandi vegfarendum. En fleira mun breytast til hins betra. Þróun hverfisskipulags með áherslu á blandaða byggð, félagslegan fjölbreytileika og eflingu nærþjónustu mun hafa mikil áhrif til hins betra á mannlíf og lifnaðarhætti, samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu, tækifæri fólks á vinnumarkaði, sköpunarkraft og grósku. Flutningur Reykjavíkurflugvallar úr Vatnsmýri er forsenda þess að hægt verði að þétta byggð, styrkja sjálfbæra lifnaðarhætti og bæta mannlíf í borginni, enda nauðsynlegt er að finna innanlandsflugi annan stað á höfuðborgarsvæðinu hið fyrsta. Tillagan er málamiðlun þeirra sem komið hafa að vinnunni og því eru þar fyrirætlanir sem borgarfulltrúi Vinstri grænna hefði kosið að sjá öðruvísi. Tvennt ber þar hæst, uppbygging í jaðri Elliðaárdals og landfyllingar sem þó eru færri og smærri en áður hefur sést. Borgarfulltrúin hefði gjarnan vilja fella þetta út en ekki náðist samstaða það. Enga síður greiðir borgarfulltrúin atkvæði með tillögunni, bindur vonir við líflegar umræður og samþykkt á nýju og bættu aðalskipulagi Reykjavíkurborgar með haustinu. Takk fyrir þetta. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og segi honum slitið 10 mínútur í 7. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.